Spretthópur dómsmálaráðherra skoðar kosti þess að taka upp blandað kerfi á happdrættismarkaði þar sem starfsleyfi verður veitt fyrir veðmálastarfsemi og spilavíti á netinu. Áætlað að Íslendingar veðji meira en 7 milljörðum króna á HM í fótbolta í sumar. Það lögleiðing kannski ekki rétt orð yfir það sem við erum að skoða, en við höfum verið að skoða löggjöf Norðurlandanna hinna og þar kemur í ljós að Ísland töluverður eftirbátur. Og allir sem þekkja til, hvort sem það eru hagaaðilar eða aðrir aðilar með innsýn í markaðinn eru þessara skoðunar. Óbreytt staða sú versta. Horft til hinnar svokölluðu finnsku leiðar sem var lögleidd í Finnlandi á þessu ári. Markaðurinn þar hefur verið opnaður að hluta með starfsleyfiskerfum fyrir veðmálastarfsemi og spilavíti á netinu. Ekki liggur fyrir hvenær spretthópurinn skilar niðurstöðum eða hvenær frumvarp málið verður lagt fram. Samkvæmt úttekt bandaríska fyrirtækisins Yieldseq sem var unnin fyrir happdrætti Háskóla Íslands var andvirði veðmálamarkaðarins á Íslandi 51,8 milljarðar í fyrra og 46,8 milljarðar 2024. This is a marketplace that's approaching $300 to $400 million now, okay? So this is a marketplace that if you put this in comparative size, Iceland is worth just as much as Alaska and Hawaii put together. In GGR terms, gross gaming revenue, the value of money left behind by customers, profitability to gaming companies. The World Cup is going on during the summer. Have you estimated how much Icelanders will spend during that event? It's around 7.5 billion krona, okay? So that's difference in the numbers here. The number that we're looking at there is the amount of money wagered, the amount of money that will be spent, around 7.5 billion kronas. The issue with this is it's a massive mass recruitment event. The bookmakers and the online sites will be looking for customers from Iceland, and you have a huge soccer fan audience in this marketplace, absolutely fanatical.